En ef við tölum hana, eftir 6 daga þá kjósum við okkur forseta. Já, heldur betur. Já, það hérna... Ótrúlega deymt yfir. En lauk ekki mitt kosningabaráttunni þegar Evrópumeistaramótið byrjaði í fótbolta? Hefur einhver áhuga á þessum kosningum? Ég var aðeins að skoða í sambandi við kosningarnar að nú verður loka umræðu þátturinn daginn fyrir kosningar, föstudagskvöldið, er ekki næsta föstudagskvöld? Jú, það er stöð á fimmtudeginum og Ríkisjón á föstudeginum og svo verðum við með okkar kosningar þátt á miðvikudeginum, ekki gleyma því. Mér langaði aðeins að koma því, Sigurjón og Bolli, að það er tvískiptur umræðu þáttur á föstudagskvöldinu í Ríkisútvarpinu sem ég er ekki alveg ánægð með. Það er deildaskipt. Já, og það er deildaskipt og það er að þá eru þeir sem eru mælast hátt í skoðanakönnunum að þeir eru í fyrrihluta og það eru 4, það er Guðni, Davíð, Andri og Halla og síðan eru hinir, hvað voru þeir 5 í seinni þættinum. Og ég get alveg skilið kannski að það komi, að sjónvarpsmönnum finnist það koma skemmtilegar út að hafa þá sem eru sigurstranglegri, en það má ekki gleyma því og þeir segja, og það er fjölmiðlanefnd á að hafa vísað í einhverja rannsókn Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu, en Feneyjanefndin hefur unnið, svo ég komi aftur að henni og þar á meðal ég hef líka unnið með Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu fjölmiðla þátt fjölmiðla í kosningabaráttu og þegar er að ræða opinberan fjölmiðil eins og Ríkisútvarpið, þá verða þeir að gæta alls hlutleysis. Og ef þeir ætla að mismuna eða segja að þú eigir frekar að koma fram sem til dæmis einhver flokkur eigir frekar rétt á meiri hluta, meiri tíma heldur en annar, að þá byggist það á raunverulegum styrk í þinginu, raunverulegum þingstyrk. En þarna eru þeir að byggja á skoðanakönnunum og það verður að taka inn í. Ég var á fundum daginn þar sem einhver sagði, kosningar, þær snúast peninga og ég man ekki það þriðja. En þetta er málið að þarna eru frambjóðendur með ofboðslega peninga. Fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins, það eru stórar auglýsingastofur og bakvið þarna einhverja aðila, ég ætla ekki að fara að nefna nein nöfn, og svo eru aðrir sem sitja eftir með ekki neitt og þeir sem eru með mikla peninga að þeir eru í aðstöðu til að búa til ofboðslegt fylgi. Við sig og sitt með auglýsingum og annað, kynningu. Er það þá rangt hjá Ríkisútvarpinu að raunlega taka þátt í því? Í það held ég að Ríkisútvarpið, það á ekki að, það getur rauninni kannski, það getur ekki leyft sér þetta. Það getur því bara, þannig er málum háttað og þó að þetta sé kannski, hvað ég var að segja, lakara sjónvarpsefni, ef svo má kannski orðið komast, þá getur, held ég, opinber fjölmiðill eins og Ríkisútvarpið ekki leyft sér þetta. Ég er ekkert viss þetta sé lakara sjónvarpsefni. Þeir ætla að hafa 95 mínútur fyrir þetta. Nei, ég veit hvað. Nei, ég meinti nú að þeir líti svo á sjálfur. Já, ég skilði þig alveg á. En það eru margt skemmtilegt fólk í B-deildinni hjá Ríkisútvarpinu. Það voru nú bara, þeir bara hristu nú heldur betur upp í því síðast, Ástór Magnússon og fleiri og Sturla. Ég sá alveg dásanlega skemmtilegt viðtal við Sturlu Jónsson einmitt hann var að svara 2 fréttamönnum. Þarna er fólk sem býður sig fram af heilindum og vill ná árangri og samfæringu. Og fer að stjórnarskránni og það er bara það stjórnarskráin sem heimilar fólki að fara ef þú ert búin að safna þetta mörgum undirskriftum og þá getur Ríkisútvarpið ekki á grundvelli skoðanakannana þar sem fólk hefur keypt fylgi við sig með kynningu af því að það hefur meiri bjargir til þess, meiri fjármuni. Það verður bara að breyta stjórnarskránu þá ef þeir vilja fara að segja að það sé einhver B-deild og A-deild. En ég skilði þetta samt þannig að ef þetta væri eins og flokkar og einhver flokkur er yfirburða stór, að þá er ekki eins hartgengi eftir því að hann geti kannski fengið rýmri tíma en aðrir. Hugsanlega, En Ríkisútvarpið á að vera algjörlega hlutlægt eða hlutlaust, það á bara alls ekki að vera með neina skoðun á þessu máli fyrir en bara niðurstaða kosninga liggur fyrir.